Já, nú skulum við aðeins fara bara yfir á það sem við erum búin að vera að gera. Hérna erum við spólu og viðnám og tíðnigjafa. Við byrjum á því að finna við hvaða tíðni viðnámið í spólunni jafnt viðnáminu hér. Og það heitir F0 eða marktíðni. Og það er þessi formúla hér og þá fengum við svo tölu hérna. 8386 rið eða 8236 heilbylgjur á hverri sekúndu. Og svo bara búum við til töflu hérna með færri bylgjum og ennþá færri og fleiri og ennþá fleiri. Það er að segja 1 þriðji, 1 fimmti og svona 3005 til að geta mælt ásina við 5 mismunandi tíðnir og lesum spennuna hér út. Það er þetta út hérna. Og þá gátum við reikna decibelin, þess að deyfinguna gefna upp það sem við kallaði decibel. Og það er bara 20 sinnum og við reikna spennunni út hér, deilt með 5 voltum alltaf hérna og fáum við svo tölu hérna, digg, 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 digg. Og síðan langar okkur að vita hvert er reiðisfyrirfylgjan spólunar við þessar tíðnir hér, x11. Og það er bara 2 sinnum pi, sinnum tíðnin, einhvern af þessum tíðnum hérna, sinnum 11 í henríum, spólunum 42 millihenrí, þannig að hér notuðum við 0,042 henrí. Og svo er tíðnin bara einhverja af þessum tölum hér. Og síðan vildum við fá að vita engafinamið inn í rásina, setuna, ef við myndum ómæli hér og hér, þeir í burtu, hvað mælum við hérna inn í hana? Og það er bara setan og það er þessi þrýtingur hér, þetta er viðnámþrýtingurinn, hér er R 2,2K og hér er X11 sem er breytilegt, við vorum að reikna út hérna, það er breytilegt, þetta er tíðni. Það kemur það bara hér í staðinn, einhver tala hérna, hér er alltaf 2,2K og hér breytilegt X11 og þá fáum við þetta hérna í ómum. Viðnámið hækkar þess að tíðnin hækkar. Og síðan vil ég hafa þetta ströyminn inn í rásina, hvað fær margar rafeindir hingað inn og þá höfum við 2 möguleika. Bróðslögmálið, I er jafnt og U deilt með setan, það verður þá 5 voltin hér, deilt með setunni hérna, eða við horfum bara viðnámið hér og við vitum að það er hérna spennan yfir það hér og við vitum viðnámið sjálft. Spennan yfir það og viðnámið sjálft höfum við fundist I-ið. Þið notum bara aðra hvora, þið fáið svipað út. Og þess að ströymurinn minnkar þessi tíðnin eykst. Viðnámið eykst og 2,2 milliampere, 3,1 og 0,4. Og svo byrjum við fasvíkið og þá vitum við nota þessi dæmi þennan hérna þrýting hér. Við vitum langhliðina, alveg skamhlið og við vitum það líka í spennuþrýtingnum, það er bara 5 voltin hérna og svo einhverja sem spennum hér. Þannig að þetta er notað hvort sem er þetta, viðnámið og setuna eða spennuna út og spennuna inn. Við fáum cirka svipað. Þetta er svona það sem við getum reiknað út með það fyrir einföldur ásýl. Já, við skulum aðeins fara að fá heildarmyndina yfir þessar 2 síur, low pass og high pass filter. Þið munið að spólan er þannig íhlutur að eftir því sem að tíðnin hækkar, þá eykst viðnámið í henni, X11. Og nú höfum við spóluna hérna að ofanverðu og viðnámið hér niðri. Svo kemur há tíðni hérna, þá er mikið viðnám hérna, til lítið sömur í gegn. Og spenna sem sagt út hérna hún minnkar. Og fyrir fullir rafandi hér niður hún fækkar. Hérna hins vegar erum við spóluna niðri og við erum að uppi og þegar að tíðnin hækkar hér þá eykst viðnámið í spólunni og þá hækkar spennan hér yfir. Þannig að kennilínan á low pass filter, hér er tíðnin út og spennan út og tíðnin hækkar hingað og spennan hækkar. Við lága tíðni, þá er mikið stöðum í rásum og spenna hérna út. Og svo við marktíðnina, það lækkar hún akkurat 0,7, 30%. Við það var 1 volt hér, það var 0,7 volt hérna og sem þýðir helmingur í afli. En í high pass rásinni, þessi rás hér, hún hleypir háum tíðnum í gegn. Hún er andstætt low pass. Af því að við háar tíðnir þá eykst viðnámið í spólunni, viðnámið hér stækkar og þá hækkar spennan hér yfir. Hérna, fyrir spennan upp. Þannig að þið þurfum að vita munin á low pass filter og high pass filter. Og þegar við erum með spólu, þá heita þeir bara þeir heita bara RL. Þessi hérna myndi það heita high pass, þetta er RL rás. Eitt viðnámið spóla. Þessi hérna gæi, hann heitir low pass
og þetta er 1 vinam og 1 spóla. Báðir með RL-típan, þeir eru til líka með þétt, þá þetta er RC og við förum þá eftir. Þannig að þið þurfum að átta ykkur á heildarmyndinni og vita munin á low pass og high pass með spólu og vinami. Og það er svo spennandi út úr þessum hérna gæja, það er bara, þess að þessi lína hér snúið við. Við lágatíðni, lágspenna. Við háatíðni, háspenna út. Það snýst alveg við. Ég mun ekkert fara neitt í að við gerum þetta ekki, ég ger þetta ekki fyrir ykkur núna hérna í þessum vídeóum. Þetta er bara alveg andstætt, en annars alveg allt eins reiknað út hér eftir. Heyrðu, takk fyrir.